Jæja, Ingi Björn, stjórnarmaður í knattspyrnudeild Völsungs. Til hamingju með ráðningu á nýjum þjálfara. Bara fyrsta spurning, hvernig funduð þið Patrik de Wilde? Sko, sum leyndarmál eru náttúrulega best vel geymt og valin, en hann kom í gegnum umboðsmann, erlendan umboðsmann sem okkur var bent á í gegnum íslenskan þjálfara. Hann leiddi okkur saman við umboðsmann og eftir nokkra mátanir þá sáum við mjög gott fit í manninum sem við erum búin að kynna. Þessi íslenski þjálfari sem nefnir, heitir hann Þorlákur Árnason? Þetta er frábært gisk og mögulega rétt að hann tengdi okkur við góðan mann erlendis. Nú töluvert liðið síðan að Aðalsteinn Jóhann sagði upp störfum og þið hefur leitað þjálfara, en lítið virðist það gengið. Geturðu tekið mig í gegnum það hvernig gekk þjálfaralitinn og... Sko, kannski ekki til að lítið hafi gengið, við bara áttum eitthvað af áhugaverðum samtölum, eitthvað áttum af stuttum samtölum og eitthvað áttum af lengri samtölum, en ég held að þetta hafi bara verið mjög góð lærdómskúrfa að fara í gegnum þetta ferli, þó að við vissulega hefðum viljað kynna nýjan þjálfara örlítið fyrr. Ef við spólum aðeins tilbaka bara undir lok síðasta tímabils, búið að ganga í rauninni framar vonum, þjálfarinn og bara heitasti bitinn í rauninni á markaðnum, en allir byggust við að hann myndi halda áfram. Svo sagði hann upp. Var það óvænt fyrir ykkur eða? Já, svo sem bara eins og þú segir, tímabilið framar vonum. Við vissulega höfðum fulla trú á leikmannahópnum sem við fórum með inn í mót og hópnum og þjálfarunum og teyminu öllu, þannig að við stefndum alltaf á góðan árangur. En jú, framar vonum og framar öllum spám hvernig okkur gekk. Við vorum þegar tímabilinu lauk ekki að horfa í það að fara í þjálfarabreytingar. Það svona kannski bara, réttast að segja að þannig hafi hort það við okkur. Hver eru markmiðin fyrir næsta tímabil með Patrik de Wilde við stjórnarmann? Ég get alveg farið í pólitískt svar, en hann náttúrulega fer enginn inn í fótboltaleik nema að ætla að vinna, þannig að ætlar ekki bara að vinna allt saman. Ég get sagt þér það að Patrik talaði topp 5 umspil. Finnst þér það raunhæft hjá þjálfaranum? Já, ég meina við bara erum á fullu í að smíða okkar lið fyrir tímabilið og bara þegar kokkurinn góður og hráefnin góða, þá getur alltaf fundið einhvern fínasta rétt. Það er bara svolítið. Takk fyrir.